Jæja, komið sér að blessuð. Velkomin í beina útsendingu á Kvartmýluklúbbnum á Brekkusprettinum á Akureyri. Þetta er fyrsta skipti sem þetta er haldið. 12 keppendur skráðir, einhverjir náðu ekki að koma bílunum sínum í lag, þannig að við erum ekki með alveg 12 keppendur en þetta sé 9. Sjáu þið gullfallegi skot hérna af byrjunarleiðinni. Svo förum við lengra til hægri. Það tekur við. Malbyggið er svolítið sveitt hérna hjá okkur núna. Aðeins búið að vera að svitna malbyggið. Það var verið smá tafir hérna hjá okkur. Þið fyrirgefið okkur það. Einnig hefur verið örlítið bras við að koma fólki fyrir hérna. Hér er alltaf ganga vel. Ljósleiðarinn er heill. Bílarnir eru að koma sér niður sem að stýra þessu. Þetta er alveg að fara að gerast, kæra fólk. Gullfallegt þetta fjall. Gullfallegt. Hér sjáu þið ráslínuna. Smástund, yngri aðeins fyrir mig. Hérna er hún. Ég ætla að gera mitt besta í að tala við ykkur og segja ykkur frá því svona hvað ég sé, en ég ætla að tala sem minnst þegar bílarnir eru að keyra. Þegar ég verð að stýra myndavélunum hérna. Þetta er rásmarkið. Hér höfum við ræsan okkar. Sjáu þið eldsnöggt hérna smá drónaskot. Þetta er bara svo fallegt. Hótel Hálönd voru svo vingjarnlega. Þeir leyfðu okkur að stinga okkur í rafmagn hjá þeim. Þakkum þeim kærlega fyrir það. Þeir einnig leyfðu okkur að vera hérna á planinu hjá sér. Það er stórgott. En við getum verið á betri stað. Kæra þakkir á Hótel Hálönd. Það verður að hleypa einhverjum áhorfendum upp í braut. Það er ágætis. Nú get ég æft mig smá.
Sjáum við áhorfendur. Nú komum sér vel fyrir. Þetta einhver legend. Þetta myndi vera Benny Shett á myndafli fyrir okkur. Þetta kæra þekkir að því, kútur. Inni langar mér að þakka Eignabyggð sérstaklega fyrir stuðninginn. AB Varahlutir. Takk. Takk fyrir að koma okkur hingað. Styttist í að þetta fara að byrja. Spurning. Jæja, kæra fólk. Skulum kíkja hérna aðeins á áhorfendunar.
Augnablikin verið, ég heyri í keppnishöldurum. Það er verið að vinna í þessu. Það er alltaf að gerast. Það er að tæma fólk úr braut. Brautin er 2,5 kílómetrar, þannig að það er í margir staðir fyrir fólk til að koma sér fyrir. Hérna sjáu þið, það er búið að rýma vel. Enginn hér nálægt í kantinum. Langt í fólk hér út í kanti. Þetta er rástartið. Hérna er skott. Einhverjum kumpána. Einhverjum legendi. Hérna er áslínan. Þetta hefst þetta. Svo förum við yfir á þessa myndið. Sjá minna frontina þeim líka. Nei, við fáum að sjá vel þessa bíla áður en ég leggja á stað. Munið spæna hérna upp. Einhverja munu eflaust fara á hlið. Þeir eru til þess gerðir að fara á hliðin upp með vaffátta og stæla. Ég býst við miklum reyk leiðin hérna upp á eftir. Í einhverjum tilfellum það er böggibílskráður. Það er lítill formúlu 1000 bílskráður. Allavega 1, ef ekki 2. Mjög spennandi að sjá það líka. Ég verði nú ekki snöggir hérna upp. Ég keyrði þarna upp á Aigo áðan og það bara 3. gírinn var ekki á leiðin upp. Þetta er 2. gírinn. Það verður spennandi að sjá hvernig það fer. Þetta er ansi mikill halli, þetta eru 10 gráður. Þannig að það verður auðvelt að spóla allavega. Það verður ekkert mál. Seppi byggir. Takk að kella fyrir. Hitturinn er hérna einhverstað fyrir neðan. En við sjáum hann ekki. Það er bara svoleiðis. En og aftur langar maður að þakka Eignabyggð AB Varahlutum sérstaklega fyrir stuðninginn. Við erum hérna með búnað í láni og ýmislegt. Merkin sem þið sjáu hérna birtast á skjánum HljóðX, AB Varahlutir, radiomiðlun. Kæra þakkir á okkur öll sem vil. Og svo sjálfsögðu, Hótel Háland. Það er rafmagnið og plássið hérna fyrir utan. Hérna erum við staðsett. Erum hérna inn í bílasölur.is bílnum. Fengum hann í láni. Það er ennþá smá bið, kæra fólk. Við erum að bíða eftir að fá staðfestingu á því að brautin sé tilbúin. Enginn í brautinni, enginn of nálagt. Og að allir brautar verðir sjáu hvert annað. Við verðum að sjá hvert annað svo þau geti veifað flöggum og tala saman. Þegar allt er orðið öruggt, þá leggjum við á stað. Ég ætla að hætta að blaðra og reyna að finna eitthvað að tala um. Þangað til.
Nú alveg búið að loka fyrir það að keppendur fá að fara upp í braut. Við getum treyst á það, þetta sé alveg að vera að byrja. Nei.
Jæja, nú ég segi þetta nú reyndar í þriðja skipti, en nú að styttast í þetta. Ég heyri það hérna, keppishaldara samtalinu. Alltaf smella saman. Það nóg að læra af þegar hlutir eru gerðir í fyrsta skipti. Við erum að læra helling. Það ýmislegt sem búið að vera að valda töfinni, sé Gunnar Karl spyr. Mig, svitnaði brautin, til dæmis, svitnaði malbyggið út af hitanum. Það var eitt. Bilun í tímatökubúnaði, það var annað. Svo bara búið að vera að koma fyrir áhorfendum og ganga úr skuggum að allir flaggarar sjáu hvert annað. Það ganga úr skuggum að öryggið sé gott. Áður en að keppendur fá að bomba hérna upp Hlíðarfjallið. Hafliði, ég í sendiferðabíl. Ég get ekki rörað neitt. Hann bundinn hérna með köllum. Gæti líka valdið truflunum á útsendingunni ef ég skildi röra hérna upp yfir á sendiferðabíl. Gæti valdið, gæti. Nýta tækifærið og þakka Eignabyggð, radíómiðun, AB varahlutum, G-checkdemiðinni, sjálfu mér, Hinrik, Kvartmylluklúbbnum, ykkur öllum. Þakka ykkur öllum fyrir að koma og standa í þessu með okkur. Kvartmylluklúbburinn og Bílaklúbbur Akureyrar að halda þetta í sameiningu, en það Bílaklúbbur Akureyrar á 50 ára afmæli í ár. Endilega óskið þeim til að hamingju, þið verður bara að hrista allan klúbbinn. Heldur betur. Þetta alveg að fara að gerast. Nú keppnisstjórabíllinn að bruna og komið sér á staðinn sinn. Þetta alveg að fara að gerast, kæra fólk. Alveg að fara að gerast. Það spennandi að sjá. Ég mjög spenntur fyrir að sjá bílinn hjá Fannari. F2 Porsin hérna, hann alveg, hann komin á einhverja slikka. Og annarkvort ætlar hann að ég held að mökka hérna upp á slikkanum. Eða þá ætlar að keyra bara eins hratt og mögulegt er. Það spennandi að sjá hvort að það virki eitthvað. Ég veit ekki hvort þessi driftsbílar geti beygt eitthvað þeir ætla að fara beint. Þeir beygja eiginlega ala bara þeir eru á hlið. En sumir þeirra eru nú settir upp aðeins öðruvísi og það náttúrulega vissulega hægt að breyta uppsetningu aðeins fyrir þetta. Vissulega. Það mjög spenntur fyrir að sjá það. Einnig með hann adrenalín buggy bíl þarna. Það verður, ég held að hann verður fljótur upp. Tala um þessa?
er mikið rétt, hann er gullfallegur en líka verulega vel merktur. A, B varahlutir. AB varahlutir, við gerum betur. AB varahlutir, lífið er ljúft, gerum þín við gott. Veist þið það er hægt? Nice. Kíkjum á keppendalistan hérna aðeins. Þetta er flokkur A, 1000 kúbikinn, það er Baldur Pálsson og Tryggvi Bjarnason. Það er flokkur B, það er 1100 kúbikinn til 2000 kúbikinn, Sverrir Snær.
Flokki C, Snæþór Ingi 2000 til 4000 kubik. Það er flokkur D, driftflokkurinn Alexander Már, Emil Örn og Hrafnkell Rúnarsson, a.k.a. Keli. Það er flokkur E, sér smíðaðir kappakstursbílar. Það er Aron Freyr Fannar Þór á driftbíl og svo er það Hlynur Freyr. Mig grunar vegna þessa annarkvort hafi hann Fannar endað í þessum flokk vegna slikkana eða þá að hann einfallega skráðis í þennan flokk í þeim tilgangi til þess að sigra kappakstursflokkin en ekki fara að sigra driftflokkin sem mig grunar að hann ekki að bomba þetta upp eins rætt og mögulegt er. Það verður gert nema að hér verði bara óörugg braut. Það er svo heitt að hún blæðir og blæðir og blæðir. Svo það er ennþá spurning hversu örugt það er að keyra hérna upp. Við þurfum að bíða eftir að kólna aðeins. Vonandi gerist það sem fyrst. Ég ætla að fáum hérna æfingar eftir smá stund þar sem að það verður ráðið fram úr þessu. Þú veist það hvernig við gerum þetta allt saman. Þannig að ferð 1 verður æfingarrönn. Svo verður 2 ferðir viðbót og það eru tímaðar ferðir. Það verður tekinn tíma á þeim. Þegar ég opnaði þetta hérna sá ykkur.
að fólk sé að hlaupa yfir götuna ekki að hjálpa okkur í að byrja fyrr. Þannig að ef þið eruð að hlusta, endilega haldið þessu í lágmarki, ekki neitt hlaupið. Þið eru bara að koma ykkur fyrir, svo bara vera þar. Keppnin að fara að hefjast. Motocrossin þarna niður frá. Ég nú alveg sammálaður, mesta actionið hingað til í þessu streymi hefur þá verið þetta motocross, en hvar það? Ekki hér. Herði. Þetta lítur út eins og... Ja. Þarna krossari. Þarna komið með bullandi aksjón. Þú ert ekki löngu búin að segja okkur frá þessu. Gamlar torfærukeppnir. Svo má hækka í mæknum. Mækinn að slá í raukt hérna hjá mér, þannig að við ætlum ekki að hækka í honum alveg strax. Hvar restin? Það gaman að sjá þetta niður. Ég vissi ekki að þetta væri þarna. Við náum einni beygju í krossinu hérna. Ég velkomin í beina útsendingu frá Motocrossi á Akureyri. Það kemur hjól, bráðum. Nú þetta að fara að gerast.
such a bitter pill to swallow, but I learned to turn it down. I didn't wanna wake up, I didn't wanna wake up, I didn't wanna wake up, wake up, wake up. It's such a bitter pill to swallow, but I learned to call it reality. I didn't wanna wake up, I didn't wanna wake up, I didn't wanna wake up. I miss the misery. Síðasti undirbúningur í braut. Er í gangi að vera gangur skuggum að sé ekkert fólk standandi í brautinni svo við getum ræst þetta af stað. Svo skilst mér núna að það verða farnar 2 prufuferðir. Þannig að menn geti gert sér fyllilega grein fyrir því hvort að brautin sé örugg áður en þeir fara að standa hérna algjörlega flatt upp. Eins og ég sagði áðan, þá blæðir malbikið aðeins út af hitanum sem er hérna á Akureyri. Þetta er eiginlega of gott veður. Sjaldan sem að segja það. Race Control bíllinn inn í 7. myndavélinni, almennilegur. Það er að þakki fyrir að koma inn á bjarga okkur með það. Hoppa yfir á þessa myndavél, snúum henni hérna við og kíkjum þetta niður í dyr.
Já, þetta er alveg að fara að gerast. Ég er bara að segja þetta núna í hálftíma eða 40 mínútur, en þetta er alveg að fara að gerast, kæra fólk. Sjáu það að það eru komnir bílar þetta í röð og öryggisbíllinn er að bomba brautina upp yfir. Gengur úr skuggum allt sé örugt þegar hann er búinn að því. Þá förum við aftur hingað niður til og við fylgjumst með þessum 1000 bíl hérna fremst. Ég held þetta sé bíl úr rallycrossinu. Þessi hérna stórglæslegi her. Svo hann fyrir aftan hann er annar 1000 cc bíl. 1000 kubika skrimsli. Svaka skrimsli. 1000 kubik. Tæp 100 hestöfl. Það er bara að brjálast þetta upp. Þessi Honda náttúrulega rosaleg. Nú er fólk að hlaupa yfir veginn. Ég ætla að ítreka að við græði heyrið í mér. Ekki hlaupa yfir veginn. Það tefur okkur. Við getum ekki ræst keppni með fólk að hlaupa yfir veginn. Sittið í kurr, svo við getum fara að byrja þetta. Einn, tveir, þrír, fjórir, 5. 5 driftbílar hérna. Hérna eru bara 3. Er það ekki? Jó, skráður í driftblokkin. Bara bím, bara bóm.
Jæja, kæra fólk. Spennan er að gerast. Hún er að magnast. Ég er að veðrast allir upp. Við verðum tekið nokkuð rólega. Þeir eru mig sagt að keyra svona 90% sín. Ekki vera að taka á hratt. Ekki taka á mikla sjensa. Við viljum halda öllum öruggum í þetta, meðan við vitum að malbygg er ekki að svitna það mikið að það er bara algjörlega eyðileggja gripi í dekkjunum fyrir við keppendum. Keppendur þurfa að komast þetta upp og niður örugglega. Og það er nú að kólna aðeins, þannig að þetta hlýtur að vera flott hjá okkur. Ég sjáðu fyrsta bíl. Þetta er hann Baldur Pálsson. Þá komum við að ræsingu. Já, startan platan. Annar gírinn hérna. Ája, komin. Öskrandi ferðamanninn. Ég er ekkert viss um að hann komist úr þriðja. Nei, úr öðrum. Hann er á flegi ferðandi upp yfir. Þú að fara að sjá hann hérna á In a shut. Það verður að prófa tímatökukerfið þetta líka. Koma þessu öllu saman. Það verður að gera allt í fyrsta skiptinu, kæra fólk. Þannig að það þarf að ganga úr skugga um að allt hér virki. Og þar fór hann yfir rásmarkið. Við fáum engan tíma strax. Þetta eru bara æfingakeppnir. Æ, þessi myndavél hljóp á stað frá okkur. Klárlega ekki Baldur Pálsson sem er hér í braut.
Það er næsti bíl. Ferð á þessum sko. Öskrandi ferð á þessu bíl upp. Virðist vera að slata hestöflum handa. Eflaust einhver K24 mótor í þessu. Æja, þá komum við að driftflokkinum. Hanna! Reykur! Æja, hann á flegi verið þessi. Vel hraðar hann upp. Sjáu það, vel rykur brautin. Bombar hann inn í endamarkið. Annarkvort er þetta dekkin hans að reykja eða malbyggið. Gæti verið ryk þarna í götunni. Það er næsti bíl. Það er meira drift. Vel sponsaður þessi. Ekki mikil ferð á honum hér. Hvað gerast hér?
Hann er komin í mark. Æfingaferðirnar í fullum gangi. Það er Keli! Keli var að keppa mikið í hermidrifti áður en hann fór að keppa á alvöru bílnum. Ég staðist þið heldur betur vel. Vel sponsaður hérna. AB Varahlutir, Bílasala Íslands. Team ADHD. Endilega kíkja á þá á bílasýningunni. Hér verða með hermi frá GT-akademíunni á svæðinu. En ég geti prófað hermidrift. Endilega kíkja á það. Hann var á bílasýningunni. Haldið verður þetta 17. júní. Eins og alltaf. Og í spólið fór hann. Aðeins að prófa gripið. Hendar með hans að hlið. Grípið hann hérna með drónunum. Fagmaður á myndavélinni hérna. Og hér er drónin. Fagmaður á drónunum líka. Hann aðeins að prófa gripið. Hendur hann aðeins á hlið. Kíkjum við á startið. Það er kominn Benz. Það er Lilja systir hann sem að borgar. Það er eitthvað fólk í braut. Fólk er að hlaupa yfir brautina. Það stoppar allt keppnishald hjá okkur. En ég ítreka það við ykkur ef þið heyrið í mér. Ekki hlaupa yfir brautina. Keppnisstjórn farin upp í braut, að reka áhorfendur úr brautinni. Við getum haldið áfram.
Ég myndi segja ykkur frá öllum keppendunum alveg bak og fyrir ef ég vissi eitthvað alla keppendunar og ef ég væri ekki upptekinn við að snúa myndavélum og gera allskyns hluti ef ég sæti bara sem lýsandi þá þetta ekkert mál. Þetta ekki svo gott hjá okkur í Augnablíkinu. Ef ykkur langar að taka þátt í þessu með okkur á næsta ári þá endilega hafið þið samband og mætið með okkur. Þetta gaman, þetta erfitt. Aðalega uppsetningin á öllum búnaðinum, svo restin bara fjör. Mér heyrist nú á keppnisstjórn að það sé verið að tæma brautina, það er verið að búa að tæma brautina. Og nú skilst mér að við séum bara að fara að vera í go. Nú er réttu keppandi hérna, þetta er Aron Freyr Gíslason á Benz. Geggjaður Benz. Hvað er að gerast? Það er keppnisstjórnin að koma brunandi hérna niður. Þá förum við í ræsingu. Þessi fjallstýrða myndavél hérna lætur ekkert rosalega vel, vissu ekki að því? Þetta hljómar eins og eitthvað vaffátt skrímsli sem er með hann í húddinu. Hér er Aron Freyr að koma upp að rásmarkinu. Það er hérna hjá skálanum. Hlíðarfjallsskála. Þið voru svo indælega að leyfa okkur að taka hennan veg. Loka bara upp í skála. Hörðu, það er bara ræsing. Á að rislast á stað núna. Koma svo. Það er nógu hestaflum í þessum bíl. Svona, Mazdan.
Hann er alveg að fara að keyra út Myndalli. Ekki líklegt að þessi bíll eigi stóran séns ég að segja þetta. Mér skilst að það sé í þessu 6-cylindra, einhver amerísk vél, eitthvað 6-cylindra minni mig. Minni það endilega. Hérna er hann að koma hérna yfir ráslínuna. Endamarkið. Er ég búinn að vera að segja ráslínuna stanslaust? Endamarkið. Þetta er endamarkið. Svona. Hann bara fylgist með bílnum, kom aftur niður dyr. Þetta eru keppendur. Og að fara að hrinda hann og niður dyr. Enda rásinn. Takk Benedikt Snædal. Það rétt. Taka Bröttubrekku næst. Já, ekki eitthvað. Ég veit ekki hversu mikið að beygja með eða hversu löng hún er, en jú, hljóma vel. Fullt af bleium. Nei, beigjum. Það hljóma vel. Fullt af beigjum. Það hljóma vel. Það er aðeins á röngum stað í landinu. Já, ég skil það. Ég skil þig. Það voru keppendur að koma sér niður yfir aftur. Hérna komaði niður.
Krakkar, það er að koma dróna að lenda hjá ykkur. Akkurat fyrir ofan hausinn. Ég fór inn í eitthvað rugl á hann. Ít einu sinni og svo ít haldinni. Heyrðu, já, það var eitthvað vesen með mækinn hérna áðan. Þetta ætti að vera í lagi á eftir. Jæja, keppendur eru að koma sér upp hér aftur. Svo ræða sér á línuna. Sjáum það hér. Já, við sjáum öryggisbílinn. Það koma þér. Æfingarferð númer 2 er að fara í gang. Svo eru 2 ferðir eftir.
Það er æfingarakstur hér. Takk afi. Þannig að meta þetta. Eins og ég spóri yfir í dáðan, það verður 1 tíma æfingaferð viðbót. Svo verður þeim rykt þetta niður eins hratt og hægt er. Svo byrjar keppnin af alvöru. Við förum að fá sjá tíma og svona skemmtilegheit. Bara nýta tækifærið. Þakka eignabyggð og AP varahlutum fyrir að koma okkur út undir snillíkar. Ýmis búnaður hérna sem við höfum fengið lánaðan, ýmis myndavélinn sem er hérna upp í fjalli, bara hljóðex, sérstaklega það ekki þangað. Radiomiðin hefur einnig verið að hjálpa okkur. Svo er það sjálfsögðu GC Akademían, gca.is. Jæja, kæra fólk, þá förum við á stað aftur. Æfingaferð 2 hefst með látum. Það verður að nota öll hesturlögin hérna allan tíman. Heyrum við í honum krysta öll hestaflin. Þetta er eflaust einhver í úlingaflokki hér að standa sig hörku vel yfir að bomba þetta upp Hlíðarfjallið. Hvílík upplifun sem það hlýtur að vera að fá að mölva bílinn upp þegar maður er ungur. En oftur hef ég ekki hugmynd um það hvað hann er gamall. Ég bara gerir ráð fyrir því að menn sem eru með æfingarakstur aftan á bílnum séu að æfa sig. Og það endamarkið. Og það er næsti bíll í 1000 flokkinum.
Þetta er 1000 kubíka bíl. Mann Tryggvi er að keppa hérna á. Tryggvi er að keppa í hringakstrinum hjá kvartmýluklúbnum. Skemmti sig konunglega það daginn í hörku kappakstri. Allar líkur á því að vinna á maður streyma því næst. Bara næstur í braut, Snæþór Ingi Jósefsson og Honda CR-V. Þetta er rallycrossbíl með meiru. Fullt á hestaflum. Þarna fór hún út mitt. Ég var að missa myndavél hérna efst uppi. En við höfum bara drónan eins og er. Upp fór hann. Það var næstur í braut. Alexander Már Steinsson. BMW. Það hlýtur að vera eitthvað að fáta. Já. Bírar í dekkanum. Það er að flýta sér. Verðist kom ekki reykur að úr hann á aftan. Ekki sýnist mér þetta að vera dekki hjá honum, þá gæti það verið. Svo kannski verður hann bara að pústa eitthvað. Hér er hann sem þarf að klára. Endis er þetta á hlið í lokin. Vel gert. Hér er Emil Örn að bomba hérna upp yfir. Þetta er Nissan 240 SX og ég ætla að gera ráð fyrir að þetta sé eitthvað öskrandi vaffáttastöf. Jóman allavega eitthvað svo leiðis.
komin í markið. Skiptu yfir á annan bíl. Hér er Hrafnkell Rúnarsson komin í braut á BMF. Herðu, myndavél. Hagaðu þér. Það er allt fjarstýrar myndavélar hjá okkur. Íga til að verða smá skrýtnar. Ég er að stýra þeim. Hrafnkell hérna bombaði upp yfir. Woo! Fýrar í þessu vel. Hendir reiknum inn í myndavélina hjá okkur. Já. Mjög gott er að ég geri þetta í fyrstu beginni. Fyrstu tvær alveg í bullandi spóli fyrir okkur. Já, Hrafnkell að koma sér upp í rásmarkið. Nei, endamarkið. Við hafa þetta rétt. Alltaf að ruglast að þessu. Haukurinn í handbremsuna hérna. Nei. Hann nær einhverjum tíma. Við fáum ekki að vita hennan tíma í augnablikkinu. Þetta eru æfingaferðir. Það eru ótímaðar. Það er svo sem er að taka tíman til að prófa tímatökubúnað. Við hefur aldrei verið notaður áður. Það hefur verið að nota þetta í fyrsta skipti allt saman núna. Þannig að, já, við förum hingað. Þessi er farin á stað. Ég aðeins að gleyma mér hérna. Þetta er ekki Hrafnkell þarna. Jæja. Eitthvað gleymst að skipta nafn á bílstjóra hérna. Aron Freyr Gíslason hér í braut. Benedikt Snædal spyr verður livestreami af öllum viðburðum. Því miður nei. Ég allan að verður við ekki með beina útsendingu frá fleiri viðburðum í ár, en við ætlum að stefna að vera með meira á næsta ári. Aron Freyr að klára sína aðra æfingaferð. Og koma á honum Fannari. Og Volvo Line Porsche. Þetta er 944 Porsche. Það er VAF 8 í þessu. Og þetta er risaturbo. Geggjaður bíl. Undir með það. Já, hann ætlar að flýta sér upp. Keypti ekki slikka til þess að spóla þeim alla leið. Þannig að drónin góði hérna. Spurning ég ringi í hérna myndavélina og reyna að leysa þetta mál. Missa þetta af honum. Gengur ekki. Þetta er hraður bíll.
Og ef mér minnir rétt, þá er þetta 6-cylindra. Hvað amerískt 6-cylindra alveg með rétt fyrir mér. Sko, myndavélin komin inn. Þetta er ekki Aron Freyr Gíslason, þetta er Hlynur Freyr Sigurhansson. Þvílík tímasetning á þessari skiptingu á nafninu. Akkurat þegar ég byrjaði að tuða. Benedikt Snædal, ég ætla að gera allt í mínu valdi til að vera með beinar útsendingar fyrir þig á næsta ári. Eins og ég segi, ef ykkur langar að taka þátt í því, endilega hafið samband við Kvartbílaklúbbinn eða GT Akademíuna. Við komum ykkur í störf. Okkur vantar hjálp. Þar fór síðasti keppandinn upp. Áfara þær aftur niður. Og koma sér í stöðu fyrir að taka virkilega hraða leiðandi upp. Ef þið voruð að byrja að fylgjast með núna, þá voruð þið sem að taka núna 2 æfingaferðir. Og eftir 2 æfingaferðir verður farið og keyrt hérna af fullri alvöru upp. Það snerist aðeins að vera örugg og viss það að svitin sem voru að koma inn úr malbygginu út af sólinni myndi ekki skemma fyrir gripi og öðru. Það verður að halda örygginu á lofti hér. Kappakstursferðirnar sjálfar og tímuðu ferðirnar eru eftir. Þannig hingrið spök. Það sjáum við glitta í ljósin og öryggisbílnum. Bílarnir á leiðinu aftur utan niður. Svo bara ræsa þessu aftur á stað, koma sér í röð. Það er aðeins búið að minnka í brekkuna á fólki. Þannig að vonandi er enginn að fara að hlaupa yfir. Ekkert vesen. Bara bílar að keyra hratt upp fjall. Almennilega þessi Honda þarna, ég er svo ánægður með þetta. Það er eitthvað aðeins að púffa úr þessu pústi hjá honum. Það var ekki ryk í braut. Ég sagði hérna á hann. Þessir 2 hérna er alveg stórglæsilegir. Ó, Kelly. Æ, Kelly. Vinka, vinka. Þessi hérna, ég spáði þessum sigri.
Það er æfingaraksturinn. Hér sjáið þið dugnaðarfólk að sækja fatnað. Þeim er orðið svolítið kalt þarna upp í fjalli. Engin hreyfing á þeim, bara að reyna að fylgja ykkur keppendum sem að keyra hérna upp fjallið. Hér er rás hliðið okkar. Það er ýmislegt sem að þarf að gera í sambandi við öryggisaðstæður. Það þarf að vera fast medical bíl. Það er hérna þessi guli bíl sem að keyra hérna upp eftir. Ég hef verið að kalla öryggisbíl. Til þess að veita... Hopp, við erum á honum stað! Talsvert auðveldara að fylgja þessum bíl. Ó nei, ég er að missa hann út. Þegar ég sagði þetta. Þarna! Ég náði honum. Allt í botni! Hann kominn. Endamarkið.
Nú ætlum ég að mastera þessa myndaðalar. Já. Við megum líka að fara í 2 sentimeter, 2 sentimeter lengra. Já, kannski og hann átti ekkert, það eina sem á að, hann átti ekki stærri, hann átti þessu Hendur sér í endamarkið. Við erum að kíkjum í rásmarkið. Þessi myndavél er eitthvað funky. Yfir rásmarkið fóran. Nei, endamarkið. Legið ferð á honum. Við erum ennþá í æfingaferðum fyrir ykkur sem hafa voruð að kíkja og horfa. Við erum ennþá í æfingaferðum. Tveir þrír bílar eftir í æfingum, svo förum við beint í keppnina sjálfa.
Aðeins að prófa. Það er klárt mál að ég er að fara með bullandi fleipu hérna. Við erum í tíma. Það er ekki skrítið að menn sé að standa reynda flatt upp. Þetta er ekki æfingarferð. Ég hef fengið hérna rangar upplýsingar einhvers staðar. Býst innilega velvirðingar á því. Vel gert að killa. Hann er kominn í mark. Hann er næstur í braut. Báðurinn að Lilju. Já. Hann ætlar að fýra hans í þessu fyrir okkur. Já. Heldur betur. Þarna. Ég hef gaman að þessu. Bara næstur í braut. Bannar á F2. Bannar á Porsinu, menn. Kalla sig F2. F annar. Snöggur á stað. Það er augljóst að þetta er tímuð ferð.
bústið þarna. Ég er í svona fallegt flaut. Sko, það eru 4 rönn sem þeir eiga að taka. Það er síðasti bíl að fara í 3. rönn núna. Við erum að keyra alveg upp í hóttan. Áður hann komin upp yfir. Ég er bara að sýna ykkur tíman á þessu þegar þetta er búið þeir bara að keyra niður. Missum ekki af neinu hér. Það er næstur í braut. Hlynur Freyr á möstunni sinni. Spennandi að sjá tímana. Núna þegar keppendur fara að koma sér niður aftur úr fjallinu, svo fara þær í seinni umferðina sína. Ef þeir eru búin að vera að hlusta hérna, þá er ég búin að vera að bulla fullt. Þetta er tímuð keppni núna, þetta er tímað run, við erum að taka tíman á þessu. Þetta er keppni nummer 1, eða ferð nummer 1. Ég hef líka verið búin að geta sett þetta upp, sko. Já. Förum við úr ferð 1 núna. Tíma ég sýna ykkur stöðun á mönnum. Tryggvi Bjarnason sem leiðir 1000 flokkinn með 1.35. Baldur Pálsson með 1.50 eftir honum. Svo er það Sverrir. Hann er ekki með neitt tíma. Hann hefur ekki komið og keyrt. Snæþór Ingi Jósefsson með 1.14.8. Hrafnkell hérna með 1.02. Alexander Már með 59 sekundur. Emil Örn Kristjánsson með 1.10. Alexander Már að taka hennar flokk, driftflokkinn. Þá er það sérsmíðaði kappakstursbílar eins og þið takið eftir glögglega. Þá eru þeir ekki komnir undir mínútu. Þannig að yfir allt meistarinn í augnablikinu er Alexander Már Steinarsson á driftbíl. Stórfenglegt það. Hann var á sem appisitungula sem þið sáu keyra þetta upp á hann. Hann var ekki að spólast og það geti sparað alls mikið tíma að vera ekki að henda bílnum á hlið. Hún er satt með 3. besta tíma overall.
Jeppendur að tíja sér þetta aftur niður. Þetta voru þeir tveir bílar sem ég persónulega batt mestar vonir við. Það þýðir svo sem ekki neitt. Það er Alexander á appelsínugula drift BMW-finum þarna sem er langkraðastur. Sjáum við tíman aftur á 1000 flokkinum. 1.35 fyrir hann Tryggva. Baldur Pálsson með 1.51. Sverrir Snær ekki með neitt skráðan tíma ennþá. Snæþór Ingi með 1.14. Vel upp alveg. Svo er sérsmíðaður flokkurinn. Sérsmíðaðir kappakstursbílar. Hlynur Freyr Sigurhansson sem er 1.02. Hann er ekki langt í frá að vera komin undir 1 mínútu. Fannar Þór með 1.04. Aron Freyr Gíslason með 1.11. Alexander Már í augnablikinu með besta tíman yfir alla. Kjeli þarna í 3. Hlynur Freyr þá í 2. Svona yfir allt. Jæja, hann er farin á stað. Spennandi að sjá hvort hann hafi bætt tíma sinn eitthvað.
Þessi myndaði hljóp í burtu. Það er ekki Baldur Pálsson sem er hér í braut. Það er ekki mikið læti í þessu bíl. Hann er kominn í mark. Það er einhver að spóla niður á BA-plani. Mér skilst að þetta spólsvæði sé opið bara hérna yfir bíladaga. Það er ekki viðburður í gangi hérna. Næstur í braut. En ekki Tryggvi. Þetta mokast áfram. Hér þetta. Hann kominn í gegnum rásmarkið. Krakkar, gætu þið sagt ekki aðeins? Drónin veit ekkert hvar bíllinn er. Rásmarkinu, endamarkinu. Rúmlega, vel rúmlega. Það var hérna að vera að trufla sambandið hjá honum, hann sá ekki neitt. Það má enginn standa hérna fyrir loftnötunum eða neitt, þetta kláraði hann. Þeir eru gamlu tímarnir. Hann er varðum stað.
Já. Jæja, Kili er næstur í braut. Kíkja hérna á stöðuna aðeins. Já, Alexander er búinn að bæta tímann sinn. Bensín er í 58,2 núna, búinn að bæta sem heila sekundu. Lít sem að hann ruslast hann upp. Mjög vel gert. Kili hérna næstur í braut. Já, hann tekur ekki spóla á þetta núna. Nú á að reyna að ná Alexander. Ég er úr mynd hérna, koma svo. Öskrandi ferða á honum minn upp. Þetta er nýjar upplýsingar hér. Þetta er loka umferðin. Það var ekki umferð 1 sem ég sagði ykkur margoft að væri æfingaferð, en hún var það ekki neitt. Svo er ekki umferð 2 og þetta er hún. Þetta verður síðasta ferðin. Síðasta ferðin. En við fáum að sjá þennan. Hérna stað. Nú á að fara hratt. Í endamarkið. Aron Freyr Gíslason. Góður. Fannar! Eftir porsinum, bombarinn upp. Fáum hann í myndin aftur eitt smá, koma svo, hattan takk. Hann mast hann að spóla inn í startinu. Úrslit smá grip. Mast hann er næst og síðasti bíll í braut. Þetta er sérsmíðaður kapasitubílarflokkurinn. Síðasta ferðin í öllum. Fannar kominn í mark. Það er hann að bæta hennan tíma.
Það er yndislegt að vera með fleiri svona binna á kameru. En ekki bara ég að fjárstýra þeim öllum. Ég sitt hérna bara með Xbox fjárstýringu. Stúlda þessum myndavælum. Vel. Ekki í honum hann og flegi ferðið um fjallið. Spennandi fyrir mig. Ég er svo spenntur að sjá hvað gerist. Hver verður tíminn á honum þegar hann kominn hérna upp fjallið? Aron Freyr kominn í 59 sekundur. 59,7. Hvar var Alexander? 59,2 eða? 58,2. Hlynur fer með 1-0-2 sléttar. Spurning hvað hann fékk fær núna í þessari umferð. Ef hann bætir tíma sinn þá breytist það. Ef ekki þá breytist það ekki neitt. Hann er komið niður 700 millisekundur eitthvað svoleiðis. Bætti tíma til slatta. En þá voru allir keppendur búin að koma sér upp. Komið tími fyrir okkur til þess að kíkja hérna aðeins yfir stöðuna. Tryggvi Bjarnason með 1.35.0. Baldur þar á eftir hann með 1.50. Ná, hann bæti sem sekundu í seinni ferðinni sinni. Það er Snæþór Ingi Jósefsson sem er 1.14. Alexander Már Steinarsson kom með 58 sekundur. 58.2. Réttu eftir honum Hrafnkell Rúnarsson með 58.7. Emil Örn Kristjánsson með 1.08. Hvað hefur verið að stríða honum vantanlega þessi bíl? Leiðin hann upp yfir. Aron Freyr Gíslason hér í fyrsta sæti með 59.7. Hlynur Freyr með 1.01. Fannar Þór með 1.03. 59,7 hér. 58,29. Alexander Már er ennþá að leiða þetta allt saman. Þá er brekkusprettinum á Akureyri 2024 lokið. Niðurstöðurnar að poppa þetta upp á skjánum hjá okkur. Og yfir allt er Alexander Már Steinarsson sigurvegarinn hér í dag með 58 sekundur, 2.93 á leiðinni upp þessa 2,5 km sem að fjallið er. Aron Freyr sem tekur sérsmíða kapasitubílaflokkinn. Bílar smíðaðir fyrir drift. En augljóslega er ekki lengi að koma sér upp svona fjall. Það er bara fullt af hestöflum. Og góðan bílstjóra, við skulum nú ekki draga úr því. Benedikt Snædal skellti, já, ég myndi skella þeim öllum saman niður þarna og vera með útsendingu frá þessu öllum saman. Ég þyrfti bara ekki að mæta í vinnu. Fljúga heim í fyrramálið. Eins og ég segi, við skulum finna út úr þessu fyrir næsta ár. Keppendur á leiðinu niður fjallið. Mér langar að þakka Eignabyggð og AB Varahlutum sérstaklega fyrir stuðninginn. GT Akademían að sjálfsögðu.
GTA.is ef ykkur langar að kæra hermi, Hljóð-X ef ykkur vantar nokkuð tíman einhverja græjur, einhvers konar viðburð, talaðu við þá, eða bara láta sjá streymi fyrir ykkur. Það er spól í gangi. Keli hérna alveg á útopninu niður. Sjáðu fannar, hver mótorhjól sem voru partur á áhorfendunum og áhorfendunum að streyma þetta niður. En aftur ætla ég að þakka ykkur fyrir áhorfið, ég ætla að fara að ljúka þessu í dag. Bara að taka til. Þakka ykkur fyrir að horfa, þakka ykkur fyrir að vera með á Grísu, skemmtu ykkur stórkostlega á bíladögum, þeir voru bara að byrja. Og það er fullt af juicy stöfi eftir. Hafið það stórfenglegt, ég sé ykkur aftur á næsta ára allavega. Takk fyrir öllum kærlega fyrir, hafið það stórfenglegt.